Við erum stödd á hreppsskrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps. Sveitarstjórinn hefur eðli málsins samkvæmt í mörg horn að líta. Í þorpinu, Svalbarðseyri, hefur íbúum fjölgað nokkuð á undanförnum árum og sveitarstjórnin býst við því að íbúum fjölgi enn frekar á næstu árum. Ástæðan er meðal annars sú að matvælafyrirtækið Kjarnafæði hefur flutt alla starfsemi sína til Svalbarðseyrar og það er húsnæðisskortur á staðnum. Þess vegna réðst hreppurinn í að byggja raðhús með 4 íbúðum sem senn verða tilbúnar. Já, við stöndum frammi fyrir því ánægjulegu vandamáli að það er búið að vera fólksfjölgun hérna hjá okkur í hreppnum og það er náttúrulega ekki síst bara eins og þið sjáið þið keiri hérna frá Akureyri, það hefur verið svona aukin byggð í suðurhluta hreppsins og svo var það til að það var eitt gott fyrirtæki hérna sem heitir Kjarnafæði sem flutti alla starfsemi sína hingað og það er náttúrulega með 130 starfsmenn í dag þannig að það var svona hálfpartinn sprenging á því bara hvað möntun og húsnæði. Þannig að það er eftirspurn eftir húsnæði hérna? Já, virkilega. En þessar íbúðir þær eru ekki mjög stórar, það er mikið talað um að það vanti minni fasteignir á markaðinn hérna eins og annars staðar. Já, við upplifum það sko að mesta þörfin sem væri þessi svona 2-3 herbergja íbúðir. Svona þörfin væri mest þar sko, auðvitað er alltaf aðeins spurt eftir íbúðarhúsunum en það er minna. Eru þá uppi hugmyndur að hreppurinn byggi jafnvel fleiri slík hús? Já, þetta sveitarfélag eins og svona flest í kringum okkur eru auðvitað að skoða nýju húsnæðislöggjöfina og sjá svona hvað tækifæri felast í þar. Því það er alveg augljóst að þó að við sem byggja hérna nokkrar íbúðir að þetta mun ekki svara þörfinni sem er til staðar. Þannig að við ætlum endilega að skoða bara þau tækifæri sem felast í nýju húsnæðislöggjöfinu og sjá hvort að við getum ekki nýtt okkur það eitthvað líka. Þessi íbúð til dæmis sem við stöndum í núna, er hún seld? Heyrðu, já, það vill svo til að þessi íbúð er svo gott sem seld. Þannig að það er bara alveg frábært. En hvernig er þá fasteignaverðið hérna? Fasteignaverðið hérna er aðeins lægra heldur en á Akureyri, en samt bara furðu hátt, sérstaklega líka náttúrulega því við erum í þessu augnablikki núna að það er skortur á íbúðum. Það væri náttúrulega annað ef það væri niðursveifla, en núna meðan það er svona skortur á húsnæði, þá náttúrulega hefur fasteignaverðið verið sér líkast Akureyri, þó það náði því ekki. Er það þá, meðal annars Kjarnafæði að kenna eða þakka? Já, bæði, við getum sagt það líka og svo er náttúrulega ferðaþjónustan líka. Það er náttúrulega gífurleg aukning í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og það er náttúrulega staðreynd eins og við vitum alveg að það er alveg ótrúlega margar íbúðir og íbúðarhúsnæði sem hefur verið leigt núna á sem þekktu síðum eins og Airbnb og fleira. Og náttúrulega þegar íbúðarhúsnæði tekið undir slíka starfsemi þá náttúrulega flytur ekki íbúðin þar á meðan. Þannig það má eiginlega segja að ferðaþjónustan er líka svolítið að sprengja þetta upp. Veistu hversu mikið gistipláss er í sveitarfélaginu? Já, það vill nú svo ótrúlega til að núna með öllum hótelunum 2 stóru og svo öllum gistiheimilum og sumarbústaðum og íbúðarhúsnum sem við leigðum, þá er hér rétt 600 gistirými. Það þýðir þá væntanlega að allir íbúar sveitarfélagsins geta tekið sér til og verið í gistingu ef það er laust pláss? Já, það er svolítið skemmtileg staðreynd. Við getum öll pantað okkur gistingu sömu nóttina. Hvernig horfið þið til framtíðar? Sjáið þið í sveitarstjórninni fyrir ykkur að íbúum fjölgi þá hérna á næsta árum? Já, okkar spár svona benda til þess. Það er náttúrulega eins og við sjáum og ég myndi nú halda þær raunverulega myndi nú bara vera svona bara nálægðin við Akureyri gerir þetta verkum að við getum sagt frá Akureyri út á Svalbarðseyri og Einar Hrafnagili út á Þelamörk. Þetta svæði munu auðvitað aðeins verða þéttbýlara þegar fram í stendur. Þannig að þið sjáið þá fram á til dæmis að byggðin hérna í þorpinu Svalbarðseyri að hér fjölgi? Já, alveg hiklaust. Við erum náttúrulega líka með svona fjölskylduvænt umhverfi, það er náttúrulega stutt hér í skólan og leikskólan og það er náttúrulega nýjung hjá okkur núna, nú tökum við inn börn alveg frá 9 mánaða aldri inn í leikskólan og það hefur verið lagst mjög vel í yngra fólkið hérna hjá okkur. En hvað þá með lóðir, eigið þið lóðir á lausu? Nei, það vill svo til að lóðir í núverandi skipulagi hérna hjá okkur eru raunverulega klárast. Þess vegna er sveitarfélagið einmitt að leggja loka hönd núna á nýtt deiliskipulag á stækkun hér á þorpinu og við reiknum með að kynna það í endanlegri mynd í febrúar byrjun fyrir íbúum hérna og þetta verði til þá hugsanlega næsta sumar. Við sjáum það núna á myndinni sem við vörpum upp að þetta er heilmikil stækkun. Já, við erum metnaðarfullir hérna sjálfsögðu, en við reiknum auðvitað með að fara bara í þetta í smáum skömmtum. Byrja bara raunverulega neðst og þreifa okkur svo aðeins svona upp brekkuna eins og þið sést hérna, en svo náttúrulega bara ræðist það auðvitað bara tíma og eftirspurn. Við munum fara bara sjálfsögðu varlega í stækkunina
En þetta deiliskipulag sem að þið eru að ráðast í núna, það gerir þá í ráð fyrir í raun og veru að þorpið, það stækki 200-300%. Já, það gerir það ef allt yrði fullbyggt. En að ráðast í svona deiliskipulagsvinnu, það heilmikið ferli sem að fer þá í gangi, eða ekki? Jú, það langt og mikið ferli og eins og við höfum nú aldrei séð í fjölmiðlum núna undanförnu, þá þetta alltaf verða flóknara og flóknara og það alls konar útfærslur og atriði sem menn verða að passa sig á að klikka ekki á. Hversu langan tíma tekur að deiliskipuleggja og til hvaða þátta þarf að horfa? Sko, þetta skipulag hér svo sem búið að vera í smíðum í 20 ár og stendur til að ljúka því núna. En svona heilt yfir, ef menn eru sammála, þá skulum menn nú reikna með 1-2 ár í svona stækkun, sko, bara með allt gangi eftir, frá byrjunarpunkti til loka. Þetta ekkert of mikil bjartsýni, einhver kann að spyrja því? Jú, en ég held að við séum samt bara hófsum hvað það varðar og skynsum að við förum auðvitað ekkert hraðar heldur en eftirspurnin verður. Við erum ekki að fara í allt hverfið og gera hér götur út allt og með tilheyrandi lögnum og öllu. Heldur ætlum við sjálfsögðu bara að byrja í enda hverfisins og svo munum við bara stækka það eins og bara eftirspurnin verður. En koma Kjarnafæðis hingað hefur bara snar breytt stöðunni á fjölmörgum sviðum, gerir ráð fyrir? Já, virkilega. Kjarnafæði var náttúrulega hérna með örlitla starfsstöð en eftir að þið fluttu alla starfsemin sem hinga út yfir og við erum komin hér með yfir 130 starfsmenn, þá eðlilega var fjölgunin gífulegt og það náttúrulega bara fögnum við virkilega komið þeirra. Það hefur verið mjög gott. Góð innspýting fyrir sveitarfélagið og þetta þorp hérna, það verður virkilega verið þannig. Kjarnafæði væntanlega langstærsta einstaka fyrirtækið í sveitarfélaginu? Jú, það alveg langstærsta hérna hjá okkur, sko. Sveitarfélagið kemur næst á eftir samt en mikið minni færri starfsmenn hjá þeim heldur en hjá Kjarnafæði, sko. Það eru væntanlega þó nokkuð margir sem að vinna hjá Kjarnafæði sem að því að þá búa á Akureyri. Finnið þið fyrir áhuga fólks á að flytja hingað? Já, við nefnilega finnum virkilega fyrir áhuga fólks að flytja hingað og sérstaklega kannski yngra fólkinu og svoleiðis. Og þá einmitt þetta, eins og þetta hús hérna ástæðan fyrir við förum í kannski frekar þessi minni íbúðir heldur en stærra húsnæðið. Af því það náttúrulega eins og við vitum bara hvernig húsnæðismarkaðurinn í dag. Yngra fólki ekki að fara að kaupa sér einhverjar dýrar stærri eignir og svo bara líka hugsunin öðruvísi. Fólk virðist vera aðeins nægjusamara núna eftir hrun og hugsar þá kannski í færri fermetrum heldur en það gerði áður. Vaðlaheiðargöngin, Eyjafjarðarmeiðin eru í þínu sveitarfélagi. Hvað þýðir tilkoma þeirra fyrir ykkur? Já, við náttúrulega fögnum göngunum alveg gífurlega og hlökkum svo gífurlega mikið til að þegar það verður slegið í gegn núna fljótlega í byrjun næsta árs. Því það náttúrulega umferðin þjóðveginn, náttúrulega þjóðvegurinn sker sveitarfélagið í tvennt ofan og neðan við, sko, og umferðin bara orðið það mikil og við sjáum fram á það að öll þunga umferð og annað slíkt fari að mestu leyti gegnum göngin þegar það kemur. Þannig við viljum meina það að við verðum hér bara friðsælt sveitaþorp hérna og þægilegt hérna þegar göngin opna. Og sveitarstjórinn, hann bjartsýnn? Já, við erum mjög bjartsýn hér, enda gott að búa á Svalbarðsströnd.